Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þá ætlum við að leggja upp með Trump-tíman, fastan lið sem að Gunnar Smári Egilsson á náttúrulega heiður af og hefur haldið hér úti með mikilli reisn og flutt fagmannlega með frábærum gestum í tímans rás. Við erum að reyna að fylla hans skörð og það verður þáttur Trump í dag sem nú að hefjast. Það eru komnir 2 góðir gestir til mín. Annar Bjarni Randver Sigurvinsson, vertu velkominn. Takk. Þú ert trúarbræða, eða semst þú ert guðfræðimenntaður. Ég guðfræðingur, ég trúarbræðafræðingur. Já. Og nálgast Trump svolítið sem slíkur? Já, ég hef verið að skoða makarhreyfinguna sem slíka trúarlega þáttinn í henni og þessar trúarhreyfingar sem styðja Trump. Einmitt. Og Margrét Valdimarsdóttir, þú ert afbrotafræðingur og félagsfræðingur og kennir upp í háskóla. Já. Og þið hafið bæði komið hér áður að Rauða borðinu til að ræða Trump eða hvað? Nokkru sinnum. Og þá það svona svolítið mín kunst, því að ég hef ekki fylgst með öllum þessum þáttum, að er aldrei að fylgjast með öllu, að reyna að búa til andrúmsloft með okkur þar sem þið eru ekki að endurtaka það sem að þið hafið sagt áður. Þannig hefur ekki bara vind okkur aðeins yfir í samtíman og það sem er óhugsandi að þið hafið rætt áður, af því að það er að gerast núna. Það er Íransstríðið. Hvernig sýnist þér að Trump komi út úr því, Margrét? Illa. Ég held að hann sé búin að koma sér í einhverja aðstæður sem hann ræður ekki alveg við og ég held að þessi átök þannig í Íran núna, þetta stríð í Íran núna, sé líka bara svolítið sýni okkur hvaða þýðingu það hefur að hafa hafa leiðtoga í stórríki eins og Bandaríkjunum sem er með persónleika eins og Trump er með, sem svona hugsar alltaf eigin hag og er sjálfumglaður, svona egocentrískur og það skiptir alltaf mestu máli að hann komi út einhvern veginn sem svona einhver stór og mikill sigurvegari í öllum málum og er tilbúinn að gera nánast hvað sem er til þess að kreista fram einhverja ákveðna niðurstöðu. En á sama tíma þá skortir hann svona dómgreind og þekkingu og hann hefur heldur ekki að mínum getuna til þess að fá dómgreind lánaði hjá öðrum til þess að fá þekkingu frá öðrum og að því að það er náttúrulega þannig að maður skoða bara fólki sem er í kringum hann, að fólki sem hann hefur rekið og ráðið, að þá er það svolítið skýrt að hann þarf að hafa fólki í kringu sig sem er bæði undirgefið og er einhvern veginn tilbúin að taka þátt í þessar svona persónudýrkun og hann hefur ekki marga sérfræðinga sem eru greinilega ekki alveg 100% þar sem að hefðu geta svona gefið honum einhver ráðum að þetta væri ekki skynsamleg leið og þar að segja að hefja þessa árás með Ísrael og svo hvernig þetta verður í framhaldinu, hvað gerist núna, hann segist verið í einhverju samningsviðræðum en það er ekki alveg skýrt að þær séu í gangi, það er Íranir sjálfir segja að það sé ekki rétt en hvort það sé einhver svona milliliðir, hann er að reyna að bakka út, hann er að reyna að fara út úr þessu en á sama tíma að þá þarf hann alltaf að geta sagst hafa unnið. Já. Þannig að ég er ekki jákvæð, ég líti ekki björtum augum á framtíðina, ég vil nú ekki, ég heyrði var að hlusta á eitthvað þátt í gær, einhverja pólitíkus að tala einhverja fræðmenn tala pólitík, svona alþjóða heimsmálin og þar var nú einhverja tala það að við værum farin inn í 3. heimsstyrjöldina, ég veit það ekki, en ég meina þetta að hafa áhrif mjög víða að þetta fyrir utan öll þessi mannslíf í Miðausturlöndum að þá er að hafa áhrif á alþjóða hagkerfið, mjög alvarlegt. Já. Hann hafi gert mistök núna sem séu kannski
auðveldara að benda á að muni hafa drastískar afleiðingar fyrir hans sjálfan sem leiðtoga í Bandaríkjunum og veröldina mögulega? Já, hann sko bara fyrir hans sjálfan og að því að ég var að tala um hans persónleika og allt það áðan, þá held ég að sko auðvitað er ég ekki það naív að ég haldi að hans í fyrsti svona þjóðarleitagi sem hugsa eigin hagsmuni og ljúgi eða eitthvað þannig, en ég held að hann svona gangi lengra en margir aðrir sem við allavega svona í vestrænum ríkjum gangi lengra í að vera tilbúin að gera nánast hvað fyrir til dæmis að ljúga bara að blaðamönnum þegar að lygin þannig að það algjörlega skýrt að fólk veit að það lygi, hann gerir það samt. En já, ég held að sko það sem auðvitað að gerast núna í Bandaríkjunum að hans svona vinsaldir hafa verið aðeins að dvína, en hann hefur aldrei verið eins og óvinsæll og hann ákkurat núna vegna þess að þetta hefur áhrif á það sem að skipti bandaríska borgara máli og það efnahaginn, auðvitað skiptir það okkur öllu máli en það bara að hafa áhrif og hann þarf á því að halda að repúblikanar vinni í nóvember þegar það verða kosningar hvað er það kallað, þetta þessi fulltrúaþing og ég er ekki með öll þessi nöfn á hreinu, það en hann þarf að repúblikanaflokkurinn þarf að vinna í nóvember og það svona kannski ekki mjög jákvætt eða lítur ekki þannig út eins og það muni gerast fyrir hann núna. Því að hann bara óvinsæll en hann hefur verið áður. Meiri segi í makarhefingunni, þar sem hann eru fleiri og fleiri að koma fram svona einhverju menn að tala að þetta hafi verið mistök. Já. Áður en ég gef Bjarna orðið og hann langar eflaust að miðla til okkar á þekkingu sinni makarheifinguna í þessu samhengi, þá það bara líka eitt sem ég langar til þess að kasta fram við þig áður en Bjarni fær orðið. Það þegar að deyr þarna maður. Þess að tala, já. Og hann skrif opinber maður. Og síðasta laugardag. Já, sem hefur gengt áberandi störfum og hann skrifar færslu inn á sinn miðil Trump sem að sko hvaða skoðun sem þú hefur haft á honum til þessa fer þarna yfir mörk að segja að það sé bara gott að hann sé dauður. Já. Og þetta var nefnilega svolítið lærdómsríkt augnablik fyrir marga Íslendinga. Það dó mjög umdeildur maður hér, einn áhrifamesti foringi í íslensku þjóðlífi fyrir skemmstu og fékk opinbera útför. Og mér sýndist að jafnvel sko hatrömmustu andstæðingar hans, ég að tala Davíð Oddsson, þeir skrifuðu færslur að nú væri nú kannski ekki rétti tíminn til þess að fara eitthvað að hjóla í arfleðans. Þeir vildu nú að hann myndi allavega það myndu líða nokkri dagar og sko hvers konar manngerð það sem að hvað telur hann fái út úr því að hlakka yfir dauða manns sko, já, í þessari stöðu? Þetta þú ert væntanlega að vísa Mueller sem var fyrrverandi forstjóri alríkislögreglunar í Bandaríkjunum. Passar. Og þetta maður sem var fyrrum hermaður, var hermaður í bandaríska hernum mjög lengi, var síðan forstjóri ríkistofnunar sem að skipti bandarísku þjóðina mjög miklu máli, FBI bara bandarísk þjóð hefur svona sterkar taugar til alríkislögreglunar. Og ég sá einmitt að George W. Bush fyrrverandi forseti kom með færslu á samfélagsmiðlum þar sem að hann talaði að þessi maður hefði þjónustað bandaríska þjóð mjög vel og hann hefði svona fór að draga upp hans afrek á sínu ferli og sagði ég votta fjölskyldu hans samúð mína og svo framvegis. Obama nákvæmlega það sama, fór að draga upp það jákvæða sem þessi maður hefur gert á sínu ferli og vottaði fjölskyldu hans samúð sína. Trump, I'm glad he's dead, he was an evil man og now he can't hurt any innocent people anymore. Þetta bara, en þetta algjörlega í takti við hans persónuleika og þetta það sem að og ég kannski hef ekki mjög ítarlegan skilning eða svona djúpan skilning á því, en þetta virðist hafa, hann hefur bæði sko ítt undir þetta og ég meina þetta bara, hann ekki að verða svona eða
byrja á þessu þegar hann fer fyrst í frambúð þarna 2016, heldur þetta hluti af hans karakter, fólk sem hefur verið að fylgjast með honum, hann hefur náttúrulega verið í fjölmiðlum, bara í áratugi í Bandaríkjunum, að þetta hans karakter, en svo virðist vera orðið, að nú orðið stemning og hefur verið á síðustu árum fyrir að þetta sé hjá ákveðnum hópi bara, þyki bara fínt að gera svona. Að ganga fram af öllu venjulegu fólki að það sé í lagi að gera eitthvað svona. Þannig virkar það á mig og þetta var auðvitað bara, mjög skrítið að sjá hans samfélagsmiðla færslu og í samanburði við fyrrum forseta Bandaríkjanna. Já. Bjarni, er svona lítilatvik eitt af því sem getur grafið honum gröf? Já, leikur beinast við að segja það, en hann hefur alltaf verið svona og þetta ekki fyrsta sinn sem hann fagnar yfir dauða einhvers Bandaríkjamanns, til dæmis leikstjórinn Karl Reiner þegar hann dó, hann hafði verið gagnrýninn á Trump. Trump fagnaði því mjög og Trump hefur líka glaðskot þegar að það hefur verið ráðist gegn demókratum með ýmsum hætti og hann er náttúrulega fullkomin hræsnari vegna þess að hann er náttúrulega brjálaður því að einhver gagnrýndi eða gagnrýndi Charlie Kirk þegar hann var drepinn á sínum tíma. Hvað hann er búinn að færa mörkin til, daginn sem við venjumst þessum breytingum og við erum þegar orðin vön ákveðnum breytingum sem að við hefðum klippið okkur í handlegginn bara fyrir nokkrum vikum eða mánuðum, það svona heimurinn á öðrum stað en hann var sumpart vegna þess að Trump hefur fært til mörkin, ekki satt? Jú, ég aðgerða sinnafræðum með til dæmis tala Overton-gluggan í þessu samhengi. Það er búið að færa þann glugga til yfir að það sem frá því sem var þeim gildum sem voru viðtekin áður fyrr yfir á gildi sem voru á jaðrinum og þeir sem hafa reynt að beita sér í þjóðfélagsumræðinu, ekki síst í Bandaríkjunum, en reynt að víða líka, hafa reynt að hnika til þessum glugga yfir á þau atriði og þau þemu sem þeir telja að skipti máli. Það er allt saman úthugsað og fyrir vikið þá er umræðan miklu harðar í dag. Það er allt mögulegt sem er sagt í dag sem bara hefði viðkomandi hefði verið afskrifaðar samstundis fyrir áratug eða eitthvað svoleiðis og málið er bara að það er svo rosalega mikið að gerast á hverjum einasta degi. Þegar ég vakna og tékka á í farsímanum mínum með eitthvað svoleiðis hvað er búið að vera að gerast minni í svað, þá hugsa ég gjarnan hvað er Trump búin að vera að gera af sér eða hans menn og bara upp á hvern einasta dag síðan að hann var forseti á nýjan leik, þá er eitthvað að gerast og það er svo rosalega mikið í gangi, það er allt mögulegt sem sem einu sinni hefði verið á forsíðum dagblaðana að það kemst ekki einu sinni að og síðan hefur Trump mikinn hagað því að reyna að þakka niður í allri umræðinu Epstein-skjölin þessa dagana. Það eru kenningar það að það hafi hjálpað til að hann fór í stríð við Íran. Ég get alveg keypt það að vissum marki, það er náttúrulega margt annað sem kemur til eins og þrýstingur frá Netanyahu í því sambandi alveg ótvírætt. Já. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hann heldur því fram að Trump hafi bara elt Netanyahu út í þetta fóafinn sem er það náttúrulega ákveðin breyting. Við erum sjaldnast með Bandaríkjaforseta sem eltir leiðtoga Ísraelsmanna.
náttúrulega Trump hlustar á engan í raunin, hann ekki með neina ráðgjafa en eitt svoleiðis sem hann hlustar á, hann les ekki allir þeir sem hafa umgengist hann eins og John Bolton sem var til þess þjóðaröryggis ráðgjafa eins og Michael Wolff sem umgengst hann mikið og margir aðrir sem ég har hlustað á, David K. Johnston og fleiri, þeir hafa lagt áherslu á það að Trump í rauninni að hlusta á enga ráðgjafa, þannig að þegar Netanyahu stillir þessu upp þannig við hann að nú sé einmitt kjörið tækifæri til þess að ganga milli bóls og höfuðs á forystumönnum Írans, þá bara elti Trump hann í þeirri trú sennilega því andartaki að þetta gæti styrkt stöðu hans eins og aðgerðans gegn Venezuela í byrjun ársins gagnvart makarhreyfingunni á sínum tíma. Og eins og Margrét bendir á viðbrögðin, þróunin hefur orðið önnur heldur en hann sennilega sá fyrir. Ertu ekki sammála því? Algjörlega og til dæmis einn af mörgum álitsgjöfum sem ég fylgist með og hef gert lengi, Ben Hodges sem er 3 stjörnu fyrrverandi hershöfðingi Bandaríkjanna og stýrði NATO-herjunum í allnokkur ár. Hann tala mikið opinberlega hernaðarmál og hann hefur sagði nýverið til dæmis í mjög athyglisverðu viðtali, gæti hafa Times Radio, man það ekki alveg fyrir víst, að í ljósið þess hvernig staðan í dag, þá og hann segir að það sé ekki hægt að slá því föstu í dag, en hann myndi ekki koma á óvart að sagnfræðingar framtíðar myndi skilgreina svo að þriðja heimsstyrjöldin sé þegar hafin í ljósi þess hvað rosalega margir sem eru að orðin þáttakendur í þessum styrjöldum, þess að ákveðna valdablokkir að myndast og það eru svo rosalega hagsmunir sem liggja þetta undir. Já. Þú hafðir með þér nokkra bækur. Þú hefur augljóslega mjög mikinn áhuga á því sem hefur verið skrifað Trump og þú ert að lýsa því hvernig þú bara vaknir á morgnan og það fyrsta sem þú gerir að kanna hvað nýjast úr þessum herbúðum. Hvernig tengist það þínu sérsviði sem trúarbragðafræðingi og guðfræðingi? Það stór trúarflóra í Bandaríkjunum og bakland Trumps trúarlegt að stórum hluta. Það að segja, það eru ákveðnir trúarhópar úr ýmsum áttum, margir ólíkir sem Trump hefur náð að þjappa saman bakvið sig og að það má segja að þetta trúarlega bakland hafi gert honum kleift að komast til valda og ég hef áhuga á þessu trúarlega baklandi. Það oft talað evangelista í þessu sambandi. Evangelistar eru vakninga kristindómssinnar í Bandaríkjunum og það má náttúrulega rekja rætur evangelismans aftur í aldir til dæmis pietismans á sínum tíma og í grunninn eru þetta upprunalega evróskar trúarhreyfingar og það eru evangelískar vakningarhreyfingar í Evrópu sem eru aldagamlar jafnvel og eru náskildar sem bandarísku en bandarísku evangelísku hreyfingarnar þær þróast í æmsilegt í sjálfstæða átt undir lok 19. aldar og á 20. öldinni. Þetta er fjölbreytt flóra kristinna trúarhópa meðal mótmælanda sem aðhyllast þá vakninga kristindómsstefnu óháð því hverja kirkjudeildarnir eru sem snúast kennivald biblíunar að biblían sé jafnvel túlkuð bókstaflega sem orð Guðs að þrenningin skiptir öllu máli og þú verður að taka móti Jesú Kristi sem persónulegu frelsara og fyrir eftir allur gangur hvort það eru barnaskynjendur og fullorðnir
fullorðin skýrendur, þeir sem fullorðin skýrendur leggja áherslu gjarnan á það að þú staðfestir þessa afstöðubreytingu með því að taka skýrn. En þeir sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum, það er talað að það séu svona 20-25% Bandaríkjamanna sem eiga rætur að rekja í þennan kristindóm, hvort sem það er meðal hvítasunnumanna eða í kalvínskum, lúterskum, anglikanskum, baptískum kirkjudeildum. Það er allur gangur á því. En þetta er gríðarleg fjöldi og kannanir hafa sýnt að 8-10% þeirra sem skilgreina sig sem evangelista, allavega röðum hvítra, styðja Trump. Já. Óháð því úr hvaða kirkjudeildum þeir koma. Þess vegna skiptir þetta máli. Já. Og það að Trump skulle hafa náð að virkja þetta fólk á bakvið sig er rosalega forvænilegt. Já, og gildir einu hvað hann gerir? Er þessi hópur svo tryggur að hann færist aldrei til eða? Hið kaltænislega er að Trump er í rauninni andstæða allra þeirra grunngilda sem þessir aðilar standa fyrir og það hefur verið mjög algengt viðhorf meðal bandarískra evangelista að vera uppteknir á endatímanum, að líta svo á að endurkoma Jesús Krist standi fyrir dyrum í rauninni og það reyndar mismunandi túlkunar leiðir í þessum efnum sem ég hef farið í gegnum með Gunnar Smára þegar ég hef komið hérna. Ein algeng er það sem kallast premillennialism sem snýst það að Jesús Kristus sé að koma aftur fyrir gjarnan skilgreint 7 ára langt þrengingatímabil undir stjórn Antikrists áður en að bókstaflegt 1000 ára ríki taki við. Og þeir sem aðhyllast þetta viðhorf sem er dágóður partur er stór hluti evangelista í Bandaríkjunum ýmis hluta vegna sem ég hef rakið og getur rakið aftur eða vilt að þessir aðilar gjarnan núna á síðari áratugum tengja túlkanir sínar á spátumtextum biblíunnar við stofnun Ísraelsríkis og líta svo á að stofnun Ísraelsríkis árið 1948 sé eina sönnun þess að spátumar biblíunnar sé að rætast og það sé skylda kristinna manna að styðja og verja Ísraelsríki no matter what. Þannig að þetta verður í rauninni kristin síonismi sem skarast við hinn gyðinglega síonisma og forseta Bandaríkjanna fyrir tíð Trumps voru sumi hverjir merkilega hallir undir þessi viðhorf, voru að vísa beint í þetta og jável ráðherrar í kringu það eins og til dæmis í tilfelli Ronald Reagan eða George Bush voru ýmsir yfirlýstir stuðningsmenn þessara biblíutúlkana voru mæta ráðherrar voru mæta ráðstefnur þar sem var verið að rökraða hvernig þetta túlka biblíutextana varðandi þessa hluti og þetta skýrar hluta til líka hvers vegna svona mikil stuðningur er búin að vera meðal kristina í Bandaríkjunum við Ísraelsríki og Bandaríkjunum að taka sér stöðu með Ísraelsríki no matter what. Til dæmis ekki nefnt sem dæmi að þegar George Bush yngri var að vera dálítið þreyttur á Ísraelsríki varðandi stefnið skakvart Palestínu Arab og hann var sjálfur yfirlýstur evangelisti og hann fór að gagnrýna stjórnvöld í Ísrael þá alveg ringdi yfir honum með minnir að verið talað í 100.000 tali hann skamma bréfunum sem hann fékk frá reiðum stuðningsmönnum sem voru verulega ósáttir við það að hann væri að gagnrýna stjórnvöld Ísraels í þessum efnum En
Í dag flóran aðeins flóknar á bak við Trump. Jú, hann með þetta bakland. Hann með kristnu síonistana, meðal evangelistana að baki sér. Hann líka með ýmsa síonista úr röðum gyðinga. Stephen Miller til dæmis gyðingur. Þetta allt hópar sem njóta ákveðna forréttinda í veröldinni. Síðan líka stefna komin fram og hefur vaxandi vægi í Bandaríkjunum sem hefur verið svo til jaðarviðhorf meðal bandarískra evangelista og það svo kallar postmillennialistar sem koma aðal á röðum stráng kalvinista og þá lítar ekki svo á að endurkoma Jesú Kristi akkurat endilega bara fara að gerast þá og þegar, heldur líta þau svo á að það sé hlutverk okkar að koma á Guðs ríki á jörð. Þeir sækjast eftir að koma á einhvers konar guðræði í Bandaríkjunum sem sumir segja endurspegla mörguleiti guðræði klerkaveldis í Íran. Guðræði tekur við að lýðræði. Já, það segja að Biblían þá tólkuð sem lagabókstafur og þú eiginlega móta landslög út frá því hvernig biblíutekstarnir eru tólkaðir og þeir sem aðhyllast þessi viðhorf að horfa til uppruna Bandaríkjanna, forsögu Bandaríkjanna meðal púritanana sem settust á ekki síst Nýja Englandi og síðan víðar og hvernig þeir eins og til dæmis John Winthrop á sínum tíma á 17. öld koma á guðræði í ríkjum eins og Massachusetts í dag, þetta áður en að Bandaríkinu eru stofnuð og þessir aðilar að vísa til þess að grunnsaga Bandaríkjanna sé kristin og eigi að vera kristin og við eigum að líta aftur til þessara daga og sem Pete Hegseth sem til dæmis skrifaði þessi bók American Crusade varnarmálaráðherra Bandaríkjanna eða yfirlýstur stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna hann kemur einmitt úr svona kalvinista trúarhópi sem aðeins þessi viðhorf og alveg ótrúlega feðra veldis sinna, þar að segja aðal hugmyndafræðingur presturinn leiðtoginn þessarar trúarhreyfingar sem Pete Hegseth tilheyrir og aðhyllist og sækir innblástur til og vísar ítrekka til. Sá heitir Douglas Wilson og hann hefur verið mjög sýnilegur í trúmálaumræðunni í Bandaríkjunum sinni tíð. Hann yfirlýstur evangelisti, ólíkt kristnu síonistunum meðan postmillennialisti. Og hann talsmaður þess að það eigi að svipta konur kosningarétti. Konur eiga að vera á heimilinu, undirgefnar eiginmanninum. Það eigi að standa vörð hjónabandi sem grunneiningu samfélagsins og eiginlega á kosningarétturinn bundin við hvert heimilið það sem fjölskylduföðurinn fulltrúi heimilisins og greiðir atkvæði. Þetta maður sem á sínum tíma talaði það hversu þrælahaldi í Bandaríkjunum hefði verið jákvætt að mörguleiti á sínum tíma. Já, Margrét, fyrir mér þá hljómar þetta bara eins og einhver vísindaskáldsaga. Lýðræði, auðræði, einræði, einmitt kvenfyrirlitningin, ójafnræðið, peningar, kaupa allt skynsemina fyrirlitningan skakvart alþjóðalaga umhverfinu og alþjóðastofnunum og allt þessu. Hvernig viltu koma inn í þetta? Mér finnst þetta bara svo áhugavert að ég hef ekki heyrt þetta áður að því að hér eru við með stríð í Íran og menn eru svona hér og þar í heiminum að velta fyrir sér að því að það svo skýrt að Netanyahu, það má alveg færa rök fyrir því að þetta hafi verið eins konar varnaðar árás að hann hafi haft beina hagsmuni að ráðast inn í Íran en svo hugsa menn Bandaríkin, það ekki hægt að færa rök fyrir því að þeir hafi verið að gera þetta í einhvers konar vörn
að þetta hafi verið varnaðarárás en sko þá eru menni mitt að velta fyrir sér hann að hugsa sko stuðningin sinn heima fyrir og þá, ég hafði ekki heyrt þessa kenningu áður sko eða tilgátt hvernig trúarbrögðin heima í Bandaríkjunum að hafa ákvarðanir á hann mjög áhugavert og það mjög áhugavert að ég hef líka heyrt það sko að svona einhverja tilgáttur það að því að sko hver er að græða á þessu það bara eitt land, bara Putin það sem að græða á Íransstríðinu í raun og veru, það engin annar og og Rússar að græða á þessu og þá fara menn að velta fyrir sér þetta sko, hann að fylgja Netanyahu eða hann bara að verða við einhvers konar þrýstingi frá Putin það raunverulega þannig að Rússar hafa eitthvað á hann sem miklu alvarlegra heldur en okkur gæti nokkuð tíma grunað. Það gild spurning? Núna? Ég veit að það að minnsta kosti þess að ég hef heyrt alvarlega menn alvarleg fólk sem alvarlegt að því leiti að svona stjórnmála skýrendur tala og koma með tilgáttur og ég veit að þetta getur alveg hljómað eins og einhvers konar fáraleg samsæriskenning að þetta allavega einn af þeim möguleikum en annar einfallega sá að hann sko sér alþjóða pólitíkina svolítið eins og hann sé í fasteignaviðskiptum. Hann þurfi bara að hóta og vera harður og sína styrk sinn en hann skilji ekki alþjóðapólitík, hann skilji ekki Miðausturlönd, hann skilji ekki hvað í gangi þarna og eins og þú einmitt nefndir að hann ekki heldur tilbúin að fá ráðgjöf. Nei. Og að og hann losa sig þvert á móti við þá ráðgjafa sem gætu hjálpað hafa þekkingu og gætu hjálpað honum og svo þarna hann kemur hann með hótun, eftir hótun að hann sé að fara að ráðast inn í Íran ef þeir hætti ekki að drepa mótmælendur sína og hann muni ráðast inn og hann hafi einfaldlega að ástæðan fyrir því að hann tekur þátt í þessu með Netanyahu einfaldlega svo að hann hafi þurft að halda andliti. Hann bara búin að koma með hótun eftir hótun og hann hafi þurft að gera eitthvað bara verið rosa hissa að íranska klerkastjórnin skildi ekki hlýða og verða við því sem hann var að biðja hann að gera og að því að hann skilur ekki hann einhvern veginn bjóst við því að það yrði sko mótmælendur eða andófshreyfingin í Íran myndi verða sterkari og rísa upp með sér og þakka sér fyrir að hafa komið til Írans og bjargað landinu sem ekki að fara að gerast og þannig að hann hafi einfallega verið að halda andliti einhvern veginn eftir ítrekaðar hótanir og hann sé núna einhvern veginn að reyna átt að segja því hvernig hann getur bakkað út úr þessu. Já. Sko þetta sem Bjarni var að tala yfirleitt ekki rætt í fréttum. Við fáum að vita þess vegna hef ég ekki heyrt það. Nei, hvað hann sagði og hvað hann gerði en þetta verð samt að segja eitt að því að mér veist svo áhugavert sko að því að ég hef enga svona fræðilega þekkingu á þessu en þó ólst ég upp í Hvítasunnuhöfninum á Íslandi með því að fara á samkomur hjá Fíladelfíu þannig ég svona hef þá þekkingu og bjó í Bandaríkjunum í mörg ár þar sem að ég mitt sko komst að því að sko fyrir að þetta svo, ég hafði bara ekki áttað mig á því, auðvitað vissi ég að bandaríska þjóðin væri trúaðri en við Íslendingar sem erum rosa trúlaust svona í samanburði við aðra þjóðir, en hvað þetta stór þáttur af lífið þeirra, þetta svona þeirra félagslíf, snýst þetta og ég hafði svolítið séð þetta fyrir mér auðvitað að það bara skynsamlegt að vera hluta okkur trúasöfni og líka hafandi mína reynslu að fara alltaf á samkomur og samkomur í æsku, að þú átt að eignast einhvers konar stærri fjölskyldu og verður hluta ykkur en þetta kannski meira en það þetta meira en bara félagslegt þetta líka eitthvað svona Já, og það náttúrulega öðruvísi lífssýn hvort maður horfir á þennan kafla sem að við köllum líf bara sem stakktækifæri okkar Akkurat. Eða ferli, röð, staki í mingi og það sem að svona, mér finnst kannski hvað óhuggulegast, það sko þú ert afbrotafræðingur við eigum öll að vera jöfn fyrir lögunum ekki satt
og við höfum svona alist upp við ákveðin norm og viðmið og gildi einmitt til þess að reyna að tryggja það við vitum að það ekki allir jafnir fyrir lögunum. Já. Við vitum að það félagslega staða skiptir máli og allt það. Við vitum að peningar geta skipt máli hvort þau brjálæðislega peningar til þess að kaupa besta lögfræðingin og allt það. En við höfum samt eiginlega ekki svo ég minnist og minni að við höfum aldrei áður séð sko þennan glundróða að henni ríku, sterkustu, stóru að þeir hafi bara að þeir hafi bjargir til þess að hamast á lögum og reglum og öllu því það ekki bara svolítið skilaboðin sem verið að senda? Jú og algjörlega það gildir ekki sömu reglur fyrir alla sko og orðið, á sko einmitt bara svona á okkar ævi, þá þetta kannski eitthvað svona nýtt en auðvitað bara í sögunni þá þetta bara en svona, þá held ég að sé rétt hjá þér að svona það verða skýrara en áður, það náttúrulega síðustu áratugir verið mjög friðsamir eftir seinni heimsstyrjöld og fólk búið að vera að berjast fyrir mannréttindum og jafnrétti og allt þetta og við höfum svona stært okkur á því að hafa þau gildi að við virðum jafnrétti og mannréttindi og allt það og það er svona, það er að verða eitthvað breyting þar á sko. Og þá komum við á spurningunni, hvaða áhrif hefur þetta okkur hér á skerinu? Höfum verið svolítið einangruð en erum náttúrulega orðin hlutar hnattveitum heimi, það eru þessi skilaboð sem að í gegnum internetið, hvernig við sogumst inn í sumir segja að við sem farin að flytja inn menningarstríða einmitt frá Bandaríkjunum og fleira. Hvað ef að byrja þér Bjarni? Hvað áhrif sérðu hér? Þetta getur haft, þessi þróun í Bandaríkjunum getur haft mörgvíslega áhrif hér á landi. Þetta náttúrulega spurningum varnarmál landsins, hvernig þau munu þróast. Eigum við samleið með Bandaríkjunum sérlagi ef þau verða fasískari og ef Trump mun ekki viðurkenna ósigur í komandi þingkosningum eða mun reyna að svindla með einhverjum hætti sem ég tel að sé ekkert ólíklegt að mun reyna, hvort hún takist það annar mál en sko Bandaríkin hafa gengið mjög langt í að hrista upp í NATO samanber til dæmis Grænland og það alls ekkert víst að því máli sé lokið með þess að frekar ólíklegt að því sé lokið síðan þetta náttúrulega spurningum viðskipti í tengslum við tollastríð og annað slíkt og við getum ekki treyst Trump í einu hann virðir aldrei neina samninga burstið frá því til þess varandi sérvarnarsamningi milli Íslands og Bandaríkjana að ég treysti Pútín betur með að verða þann samning en Trump segir svo sko að Pútín ég myndi svo lengi sem samningurinn til staðar Pútín og það til að gott á milli Bandaríkjana og milli Trumps og Pútín ólík til þess að hjóla í Ísland en ég treysti Trump ekki nein og hann myndi ekki gera neitt nema að hann myndi sjálfur græða á því með einhverjum hætti en varðandi viðskipti og tolla Trump líklegri til þess að taka Ísland en Putin? Já, svo staða geta alveg komið upp í sjálfu sér en ég held að það sé ekki alveg stefni ekki alveg slíkt alveg bráð allavega en sko allavega það sem ég á við að ég held að Trump sé að þessi samningur skipti Trump engu máli í sjálfu sér og við getum ekki treyst neinum viðskiptasamningum við Trump hann tilbúin að snúa baki við þeim bara nánast samstundis og hann skellur á endalausum tollum sem skilgreindir með mystískum hætti jafnvel. En fyrir ekki að þið truflaðin, má ég aðeins í þessu samhengi koma inn á til dæmis fréttir sem að heimildin hefur verið að fjalla sem eru tengsl Sigmundar Davíðs meint við makarhreyfinguna svona sem að þú ert sérfræðingur í. Er búið að opna inn á einhverja kanala? Sko, það næsta atriði sem ég ætla að nefna einmitt að sko, það hafi ýmsir rannsakað
fjárhagslega bakkjarla forystumanna Bandaríkjanna í dag, Trumps, Vance og annarra slíka. Það eru ákveðnir alveg vellauðir aðilar í Bandaríkjunum sem hafa hag að því að umbreyta republikanaflokknum frá gömlum íhaldsflokki yfir í MAGA-flokk sem svona nánast fasískur. Og þeir hafa á undanförnum árum með skipluðum hætti í rauninni verið að kaupa upp republikanaflokkin, skipta út í krafti fjármagnsins þeim sem eru þar í forystu. Það hafa ýmsir líka rannsaka áhrif þessara sömu aðal í Bandaríkjunum á stjórnmáli í Evrópu. Ég myndi vísa til dæmis að bókina Altreich í því sambandi eftir Ahmed, ég man ekki alveg nafnið hans í augnablikinu, tók ekki bókina með mér, og þar rekur hann skipla aðgerðir Heritage Foundation og sem stendur á bakvið Project 2025 stefnuna sem liggur til grundvallar í rauninni stjórnarstefnu Trumps, að þessi stofnun og fleiri slíkir aðilar hafa með skipulegum hætti verið að beita sér í Bretlandi, í Frakklandi, í Þýskalandi, á Ítalíu, í Danmörku og fleiri slíkum löndum til þess að styrkja ultrahægri sinna flokka, jafnvel flokka sem væri hægt að skilgreina sem fasíska, gegn svona hefðbundnari flokkum vinstri og hægri og miðjuflokkum og markmiðið hjá þessum aðilum og þessir í Bandaríkjunum og hverju þeir eru að styrkja til áhrifa í Evrópu. Þetta snýst það meðal annars að grafa undan Evrópusambandinu, þess að einingu þess, helst sundra þess, ekki síst vegna þess að þessi fjársterku aðili Bandaríkjunum sagðir að telja að Evrópusambandið sé ákveðin ógn fyrir þá, að reglugerðirnar sem það sendi frá sér hamli standiðin fyrir þrifum viðskiptalega og tæknilega, til dæmis hvernig vilja þróa gervigreindina, og þeir vilji þess vegna beita sínu áhrifum til þess að grafa undan stjórnkerfinu í Evrópu, til þess að aðilar sem meira þenkjandi eins og þeir í makarhreyfingunni í Evrópu komist til valda. Og mér hefur lengi grunað að þessi sömu aðilar myndur reyna að þreifa fyrir sér hér líka á Íslandi til þess að mynda sambærileg tengsl við áhrifa aðila á Íslandi sem getur styrkt með sama hætti. Og finnst þú að hafa forsendur til að meta hvort það sé orðið? Sko, stundin hefur verið að fjalla þetta. Heimildin, já? Já, heimildin fyrir ekki. Og það mjög forvitnilegt sem þar hefur dregið fram, en þó svo menn tali saman að fara á ráðstefnuna einhvers staðar þýðir ekki sem þar með að þeir séu sama sinnis. Þó Sigmundur Davíð hafi farið eitthvað út til þeirra eða rætt við þá eða einhvað svoleiðis, þá ekki endilega hægt að setja saman sammerki, en maður getur spurt sig og það ástæða til þess að fylgjast betur með þessu. Ég sjálfur til þess að trúarbragðafræðingur hefur farið á ótrúlegustu áttir, þannig að það ekki hægt að meta mína afstöðu frá því hvert ég fer eða við hvernig ég tala. Það ágætur punktur. En Margrét, hefur þetta truflað þig, þetta sem við erum að ræða hér? Með mögulega tengingu miðflokksins og ég veit ekki hvað til í þessu og ég held að það sé fólk fari á alls konar ráðstefnur og tala við alls konar fólk á þess að það sé einhverja bein tengsl þar á milli ég veit og hvenar og hvernig tengsl eru óeðli, ég þekkit ekki alveg nógu vel til að vera eitthvað að tjá mig það en svona ég held að sé að því að ég líka spáði það svo mikilvægt að maður festist ekki sjálfur í einhverju svona eigin búblu og hlusti bara á alltaf sömu fjölmiðluna og
og hlusti alltaf bara á fólk sem hefur nákvæmlega sömu skoðunum og maður sjálfur og allt það. Og ég til dæmis þegar ég bjó í Bandaríkjunum að þá horfði ég alltaf reglulega á Fox líka, bara til þess að fá svona alls konar við eða svona mynd á hvað var að gerast og því líkt. Og ég held að sé alveg mikilvægt. En svo ger ég það líka núna. Ég fer á og til á Fox-vefinn og svona mjög blöskra stundum í dag. Ég veit ekki hvort það versnað eða ég sé farin að sjá þetta á ólíkan hátt. En þegar ég les fréttirinn á Fox-vefnum í dag, þá skil ég hvers vegna svona margir kjósa eða kusu Trump og hvers vegna svona margir trúa ekki því sem að aðrir miðlar að tala vegna þess að þetta er sett upp á gjörsamlega annan hátt og ég fer ekki bara inn á CNN eitthvað og les það og svo Fox, þú veist, og það væri heldur, þá væri maður að fá tvennskona skekkjur. Þannig ég að lesa heimsmiðlana og svo New York Times sem að ég treysti nokkuð vel og hlusta á alls konar fólk sem að hefur ólíka sýn, sko. En svo kemur maður inn á Fox fréttamiðilinn, ég bara segja að við búum í lýðræðisríki og að því leiti þurfum við ekki að hafa neinar ágjör og eins og Bandaríkin, en svo fólk þarf auðvitað að hafa ákveðna þekkingar, þekkingu til þess að fara að kjósa rétt og allt það, að kjósa ekki yfir sig fasíska stjórn til dæmis, en það einmitt vandamálið að hvernig vitum við? Nei, ég held að sé bara gagnlegt að fólk tali saman og ekki endilega í því samhengi. Ég veit ekki hvernig tengsl miðflokkurinn, ég bara las ekki einu sinni þess að fréttalu, ég bara búin að sjá. En þetta er rosalega eitruð blanda sem við höfum verið að ræða hérna og þetta finnst manni ótrúlegt að áhrifamesti maður heimsins hann sé svona samansettir. Þú ert búin að lýsa persónuleika hans, þú ert búin að lýsa bakgrunni og stuðningi og ég held að sé augljóst að maðurinn hefur ekki almannahagsmuni að leiðarljósi. Það sé augljóst að hann hefur ekki lýðræði að leiðarljósi. Ég held að sé augljóst að hann langar ekki til þess að auka jöfnuð í veröldinni. Það er eiginlega frekar fátt jákvætt hann að segja. Já. Að því að bara ekki meitt að því að ég man svo þegar hann var fyrst að koma fram og var að var náttúrulega lengi búið að tala að hann væri að fara í framboð og svo kemur hann og fólk gerði grína því, átti engin vona að hann myndi gera það í alvegni, að því að hann svona hálfgerður trúður líka í bandarísku svona samfélagi, en svo kemur hann fram og fer í framboð og og þá heyrði ég svo mikið frá bara alls konar fólki, já, að minnstakosti segir hann hlutina bara hreint út og hann er svona óheflaður og hjólar í kerfið óhrættur við að gagnrýna opinbera starfsmenn og svona algjörlega, fólk búin að fá leið á einhvers konar kurteisi og yfirborðsmennsku sem það upplega einkenndi pólitíkina, en svo þegar maður bara aðeins kafar smá dýpra, hann er ekki bara óheflaður að segja hlutina eins og þær eru, hann er að það bara þau gildi sem að minnstakosti ég hef alist upp við að séu svona gera okkur almennilegu manneskjum og gera það verkum að við getum lifað í eitthvað svona farsælu samfélagi, bara að sína náungunum virðingu og það mannréttindi í öfnur og allt það, að það líka hann gerir lítið úr því og og það er svona jákvætt í hans huga og hefur verið algjörlega skýrt frá upphafi að honum finnst til dæmis að vera styrkleiki að geta gert grín að einhverjum sem er í mjög veikri stöðu, að bara leyfa sér það að einhver fatlaður blaðamaður, að það sé í lagi að hlæja af honum og herm eftir eins og bara engin stjórnmálamaður gerir almennt. Það er eitthvað sem að fullorðið fólk gerir ekki, því að það hefur lært. Þú veist ekki að hæða stað einhverjum og gera lítið úr einhverjum sem að býr við verri stöðu en þú sjálfur. Það er bara svona basic við að vera manneskja í samfélagi. Og er ekki líklegt að svona einangraðir hópar, reiðir ungir menn, einangraðir heima hjá sér og svona og fleiri hópar þeir verði fyrir áhrifum og sjáu haldreipi í þessum skoðunum?
Algjörlega, ég held að mjög margir verði fyrir áhrifum að því að sko að þú nefnir þarna ungir reiði menn eða að sko ég held bara að fyrir okkur flest að þá sko þurfum við svo mikið á því að halda að við tilerum einhverju sem skiptir máli, að við séum hluta einhverju og ég held kannski að þetta eigi við unga menn í dag vegna þess að þetta orðið eitthvað svona ég veit ekki, einhvers konar samfélag, þeir tilheyra einhverju samfélagi í dag sem þarna og þá hefur kannski skort þetta samfélag áður sem þeir eru búinir að finna núna, einhverjir ungi menn en þetta það bara ég að segja að sko þetta svona, eins og maður hugsa svona, hvers vegna ganga ungir menn eða í svona klíkur eða svona gangs og þetta allt einhverjir vondir vitlausir ungi menn sem ganga í svona klíkur eins og eru víða í sérstaklega öðrum löndum en alveg örugglega hér líka svona einhver gengi og þá það ekki, þetta ekki vitlausir vondir ungi menn, þetta eru menn sem bara ekki félagslega sterkir og vilja eins og við öll hinn bara til einhverjum hópi þar sem að það borin virðing fyrir þeim þar sem að það eru hluta einhverju stærra. Já. Bjarni heldur að sumir sjá föður mynd í Trump? Já, alveg pottþétt sko. Það hluti þeirra sem styðja hann gera það eða líta á hann jafnvel sem þann fasíska leiðtoga sem þeir þrá eftir því að það merkilegt hvað eru fasísk viðhorf eru sterk meðal ýmissa sem styðja hann og ég get nefnt fjölmörg dæmum það til dæmis ég hef flaggað til dæmis þessari bók nokkuð sinnum áður sem mér finnst mjög ógnvekjandi Unhumans, The Secret History of Communist Revolutions eftir Jack Posobiec og Joshua Lisek formálinn eftir Stephen Bannon og þeir sem hampa bókina sérstaklega J.G. Vance varaforseti Bandaríkjanna Donald Trump yngri og Michael Flynn hershöfðingi sem var fyrrverandi ráðgjafi Trumps og sem Tucker Carlson þessi bók upphafning fasismans og mikilvægi þess að hinn sterki leiðtogi komi sem bindi enda á böl lýðræðisins og tryggi það að þeir sem eru raunverulega mennskir, það er að segja þeir sem eru hægri menn, þeir einir mennskir, allir hinn eru ekki mennskir, að það ber að standa vörðum þá. Og þessi höfundar þessar bókar, þeir eru að funda með Vance og Trump Bandaríkjaforseti kosningabaráttu hans og svoleiðis. Þannig að það er að taka þessa bók alvarlega það sem þeir afmennska í raunum meiri hluta mannkyns vegna þess að þetta eru allir vinstri menn, allir miðjumenn, allir þeir sem hafa staðið fyrir félagslegum réttindabaráttu í Bandaríkjunum til dæmis á 7. áratugnum varðandi blökkumenn og svoleiðis höfundarnir vilja þetta allt saman í burtu. Þeir eru bara það enda með því að sumir hópar verður bara rétt dræpir, Margrét, ekki satt? Já, það einmitt, hvernig getur við sem manneskjur bara drepið annað fólk, samborgar okkar, það þarf fyrst að afmennska það, við þurfum að hætta að horfa á það sem manneskjur, sem einhvern veginn svo við. Og Trump gerir þetta, hann bara meðvitað, varandi demokrata og maður sér það ítrekka aftur og aftur í skrifum hans og margir af þeim sem eru kringum hann og bara fylgja því sem þessi bók segir sem lýsir í rauninni algjörlega öllu því sem Trump fer að gera. Þessi bók kom á 2024. Heyrðu, það búið að vera mjög áhugavert og fróðlegt, lærdómsríkt að hlusta á ykkur, svo litið skelfilegt líka. Þetta fer allt vel. Þetta fer allt vel. Það er að koma páskar og ég óska ykkur gleðilegra páska og þakka ykkur Margrét og Bjarni kærlega fyrir komuna í Trump-tíman. Og næsti kapli eftir andartak, ekki fyrir langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði
og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.